Já, komið sæl aftur. Við erum hér í Bifröst á Sauðárkróki inn í miðri sviðsmynd á fullkomnu brúðkaupi eins og hefur komið fram. En hér hjá okkur hann Árni Gunnarsson, kvikmyndagerðarmaður. Árni, þú ert að frumsýna mynd sem þú kallar 1+31. Já. Hvaða mynd þetta? Þetta 1+31 ár á sjó. Já. Ég hef verið að mynda dálítið út á sjó undanfarin ár og þetta 4. myndin í röðinni. Sem sagt ég búinn að gera 4 myndir sem ég tek borð í fiskiskipum. Og þessi tæplega klukkutíma löng og fjallar það að ég fór 1 dag á smábáti frá Flateyri með systkinum og síðan fór ég í 31 dag með frystitogara sem heitir Arnar frá Skagaströnd. Hvernig tengir þetta saman? Þetta bara 1+31. Já, það var því. Sem eru 32, eins og áður hefur komið frá. Þetta þessi litli og stóri. Það dagráðarbáturinn og systkinin og svo það að kalla maður verksmiðjuskipið sem frystir og vinnur allt borð. Hefurðu verið til sjós sjálfur? Já, ég hef nú verið til sjós og það sem gerði mig kleift að gera þessa mynd var það að ég var ráðinn, var svo heppinn að vera ráðinn sem afleysingahásæti á Arnar, þannig að ég myndaði á frívöttum og svo vann ég hinn helmingin sko. Já, það fullnýtingar stefnan bara. Fullnýting. Ja, þetta var nú samt ekki eins erfitt og hljómar því að ég hafði 31 dag til þess að mynda sko. Og á hvað fókusar? Varst að velta fyrir lífinu borð eða? Já. Ég var að velta fyrir mig lífinu borð og síðan ég búinn að vera að pæla mikið í konum til sjós og á þessum skipum báðum eru konur á dagróðrabátinu sem heitir Blossi. Þar voru systkini að róa. Hún reyndar held ég komin í land núna, hún var ólétt þarna fljótlega eftir þetta og komin í land. Og svo kokkurinn á Arnari kona í þeim túr sem ég fer og reyndar var messaguttinn líka kona. Og þessi mynd beinir sjóniðinum eitthvað sérstaklega af þessum konum eða? Nei, ég að vinna að annari mynd konur til sjós. Þetta multitaskari sko. Já. Sem að vonandi klárast á þessu ári. En jú, ég að velta því fyrir mér hvernig, og ég spyr þar, hvernig að vera kona í svona kallaheimi. Hvað kom þér á óvart við svörin þeir? Það má ekki upplýsa það svona fyrirfram sko, við sjáum það í bílabíónu. Heyrðu, talandi bílabíó, það svolítið frumlegt að sýna þessa mynd í bílabíó. Hvernig dettur það í það? Já, þetta byrjaði fyrir 2 árum sko, þá sýndum við mynd og ég eignaðist góðan skjávarpa og sett hann upp á þak á bílnum mínum og opnaði sko topplúna. Talandi multitask. Fékk ég að lána stóran trailer hjá vörumilun. Maggi hjá vörumilun kom með trailer og það var sýningatjaldið, hliðin á trailernum. Og svo fengum við lána hjá kirkjunni svona græju til að senda út sem eru notaði til að senda út jarðarfarir. Við getum hlustað á þeir í útvarpinu í bílum. Og tóku svo rafmagn úr ljósastaur og með hjálp Róbertar í KS. Þannig að þetta var mikið ævintýri og Hvað sýndirðu þá? Ég man ekki hvað mynd ég sýndi. En það var þá gastu kveikt bara útvarpinu og hlustað á bíómyndina? Ég sýndi annarkvort Kraft eða Löfskálaréttina á Blu-ray. Já. En það var þá þannig að það var bara einhver tíðni í útvarpinu sem hún gat hlustað á bíómyndina? Já, þetta var allt heimagert sko. Við þurftum að hafa sem sagt hátalara inn í bílum og spila hljóðið og svo á mikrofón. Af því að þetta græja sem að útvarpa því sem að presturinn segir sko. Varstu þá með mikrofóninn á myndinni? Já, mikrofónin á hátalaranum. Í bransanum þetta kallað fullkomið skítamix. Þetta var svona prógram sem gert þess að gleðja aðra. Já, og virkar. Jú, alveg þrælvirkaði sko. En skemmtilegt. Jú, þetta virkar. Rafmagn og ljósastörnum og mikrofónum við hljóð, mér finnst þetta æðislegt.
lausna miðað. Já. En sko, ég verð nú... Og allt ókeypis, allir, þú veist, það gerðu þetta allir bara fyrir ekki neitt. Yndislegt. Ætli það sé auðveldara í svona minni bæjarfélagi? Ég bara, það sem er svona kærleik samfélagi eins og hérna, sko, þá er þetta auðveld. Já. Nei, auðvitað svona grínlaust, það er miklu auðveldar að gera þetta í svona minni samfélögum út á landi. Nákvæmlega. Það er það. Ég verð að koma einu aðsamt. Við vorum að tala 35 ára afmæli Feykis rétt áðan. Já. Þessi maður var nú ritstjóri Feykis. Já, ég hrætti það. Hvaða ár var það? Já, það var 2004. Já. Þá var það þannig að ég var formaður blaðstjórnar. Ég var nú ekki búinn að búa hérna lengi. Ég var búinn að búa hérna í 4 ár og hérna var í blaðstjórn. Hafði áður unnið í 10 ár í fjölmiðlum og mest á dagblöðum. Og svo bara hætti Þórhallur Ásmundsson, hann hérna af persónulegum ástæðum að flutta til Siglufjarðar og hérna fór að ritstýra blaðið þar. Já. Og við höfum enga ritstjóra og blaðið hætti að koma út og ég var spurði hvort ég verið til í að redda þessu í 2 vikur. Já. Hvað eru þær langar? Já, áramótin 2006 sem sagt hætti ég. Já. Lengstu 2 vikur. Þannig að það var þessi 31 dagur á sjó og hann var bara stuttur. Það var bara stuttur. En þetta var, ég var nú með gott fólk með mér. Já. Maður er það ef maður er heppinn. Já. En svona lokum, hvenær er aftur myndin sýnd nákvæmlega? Já, ef við ekki bara hafa það fyrir okkur. Já. Láta það bara koma í ljós. Einhvern tímann, tækifæri. Seturðu Facebook-status? Já, hún verður á planinu hjá Skaffinningabúð. Já. Og við förum að stilla upp í þetta og prófa. Ég var í gærkvöldi að tékka á... Rafmagninu ljósastjörnum? Nei. Ég tékka á birtunni. Já. Það þarf að vera alveg dimmt. Auðvitað. Þannig að það er ekki fyrir en bara undir miðnætti eða eitthvað? Já, við auglýstum þetta sko korter yfir 10 og ég hugsa að við byrjum samtæki fyrir svona 10:30. Já. Flottir. Og þá getur fólk bara mætt og... Með heimagert, eða þú veist, heimapopp og eitthvað svona. Smurða rækjusamloku og kókumjólk og allir glæðir. Þetta er gott tækifæri líka fyrir úlinga sem er að stíga sinn fyrstu skref í ástarlífinu. Ef fólk vil prófa að deyta, þá er það mjög sniðugt að vera Haldast í hendur í bíl og bíó, en æðislegt. Þetta er rómantískara gerist. Nei, nákvæmlega. Gaman að fá þig, Árni, og gangi vel í þessu. Ég veit þú ert í fullt af öðrum verkefnum. Aldrei dauðstund hjá þér. Það er sjaldan, en gaman að fá ykkur hingað og gaman að vera í þessu frumlega setti. Já, takk fyrir það. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.